Lífið hér í Króatíu búið að vera ansi ljúft við okkur strákana, þó svo í dag sé smávegis skóla og skýjað. Til að mynda leit sjórinn svona út í gær, fagur blár og alveg hrikalega flottur. Æfing gærdagsins var í boði Óla Jóns og Valla, en þeir byrjuðu á því að skella í skallatennis eins og sjá má á þessum myndum. En strákunum gekk misvel að koma boltanum við netið. Það er nú líka bara svona eins og gengur og gerist. Eftir skallatennis hentu þeir í nokkrar laufléttar þrautir. Þar var einn ákveðin leikmaður, Kristinn nokkur Snjólfsson, sem sagðist ætla að slátra þessum þrautum og láta hina líta illa út. Eins og eitt nýtt og gott máltæki segir, þá vinnur stinni aldrei hér í Króatíu. Fyrsta þrautin var hitt í slánna, en því miður klikkaði myndatekan þar. En við náðum annarri þrautinni og hún var að skrúa boltan inn frá endalínunni. Eftir 2 hörmuleg skot hjá Stinna og Tomma ákváðu Óli og Valli að sýna strákunum hvernig ætti að skrúa boltan almennilega inn. Glæsilega gert hjá þessum algjöru meisturum sem eru heldur betur búin að gera ferðina góða. Það var svo þessi maður, Kristoffer Laufar, sem lærði af þessum snillingum og skrúaði boltan glæsilega í netið. Þriðja og seinasta þrautin var að hitta í hring í horninu á markinu sem Óli og Valli höfðu sett upp. Þar áttu menn í stökustu vandræðum að hitta í netið. Þrautinu enduðu þannig að Kristoffer Laufar kom sá og sigraði. En þegar strákarnir eru ekki að æfa eru þeir duglegir að spila Uno, en reglurnar eru þær að sá sem tapar 3 sinnum í röð fær skot í rassinn frá öllum hinum sem tóku þátt í spilinu. Þegar menn eru ekki að spila spil eða æfa skella þeir sér niður á strönd og láta fara vel um sig. Við í Sindrahöllum kveðjum að sinnum og lokum þessu innslagi með Hákon á ströndinni þar sem lætur sólina sleikja sig.